komið sæl, áhorfendur góður, þetta kokkaþátturinn Eldhúsmeistarinn á ferð landið. Heyrðu, við vorum að keyra hérna maður, við ætlum að fara að kíkja hérna á staði hérna í Mývatnssveitinni og líti hérna bara upp í hlíðina þegar ég er að koma hérna á vatninu. Heyrðu, það komið hótel hér maður, rosalega flott og þetta er svo skemmtilega arkitektúrin hérna inni í hérna hlíðinni. Ég sagði, heyrðu, við rennum við og sjá hvort við fáum ekki svona viðtal maður. Heyrðu, ég var heppinn. Hitti kokkinn maður og það er að koma hópur og við vorum að tala á einsoginu. Heyrðu, nafnið er? Haraldur Már Pétursson. Já, og þú ert kokkur, búinn að vera kokkur lengi? Ég hef búinn að vera matreiðslumaður síðan, 2000, ég byrjaði á samning 2000 á Hótel Kea. Já, og búinn að vera yfirkokkur þar? Var yfirkokkur þar eftir ég kláraði á Argentínu og hérna. Já, og varstu á Argentínu með Óskari Finnsinni sem er legend. Já, eftir hann byrjaði í Hörpulæginu. Já, nú er hann kominn hérna aftur til landsins og er á Íslands hótelum. Akkurat. Og gaman á honum, réttum maður á réttum stað. En segðu mér hérna, við erum staddir hérna og sunnanverðu Mývatnsvatni. Já, Mývatnssveitinni. Já. Veistu svona eitthvað smávegis þetta hótel, át okkur þetta hérna? Minna sko, Já. Ég er nú bara vinnumaður. Já, þú byrjaði bara í vor. Ég byrjaði bara í vor og tek bara þetta sísón sko. Já, tekur bara þetta síðan sumarið. Já. Einmitt, en þetta er 80 herbyggi, rosalega flottur arkitektúr. Já, virkilega vanda hótel. Og við bara, já, og hárklassi, ég sé það nú bara á öllum, bara aðbúnaði bara strax þegar maður kemur inn hérna, vá, þetta er flott. Og þú sagði mér að það væri bara flestir útlendingar. Já, mestmegnis, sérstaklega hérna yfir sumartíman. Já, en er þetta opið á veturnar? Já, það er búið að vera opið hérna síðasta vetur og þá voru við kannski svona meira að ná nokkrum Íslendingum árshátíðum og svoleiðis. Já. En hérna. Og einhverju vetrarsporti og einhverju svona? Já, svo voru hérna Fast and Furious gæðarnir hérna alla tíman maður. Já, var það? Já. Fast and Furious, það eru fræga kvikmyndir. Heldur betur. Þeir náttúrulega völdu flottasta hótelið á Mývatn. Ég held að það tekið öll hótelin hérna í kring sko. Já. Það var allt alveg undirlagt hérna sko. Já, flott. Heyrðu, að því við ætlum að hafa þetta stutt og laggott og skemmtilegt. Það er að koma hópur. Hérna er að koma hópur, skip. Skip úr hádegismat. Hvaðan kemur skipið? Skipið kemur bara, það er leggsta bryggju á Akureyri. Og þeim er trillað hingu í rútum, alveg í rönnum. Og ertu oft með svoleiðis hópa? Þetta er allavega annað hver dag hjá okkur, alveg sko, mikið keisla. Og það er líka, já, þetta er svona eins og Geysir bara í hádeginu sko. Já, akkurat. Það er bara keislan þar alveg. Akkurat. Og ertu með fastan matseðil fyrir þessa hópa? Já, það er alltaf sama, það er einhver súpa. Skýrðu hvað eins og til dæmis súpa, hvaða súpa er í dag? Í dag erum við sveppasúpu. Svona bara uppbakað, gamla góða? Já, gamla góða, rjómalagaða sveppasúpu. Já, og bara flott brauð með, bakarðu sjálfur? Heimatilbúin brauð með sjálfsögðu. Og svo erum við bara með óbakaðan silung, smelkikartöflur og salat. Og óbakaðan silungu, hvaðan er hann? Hann kemur frá Haukamýri. Já, eldi. Já, sem er hérna bara rétt hjá Húsavík. Já, og það er eldi í Kerjum. Já. Fallegur og... Rosa fallegur fiskur, mjög fallegur. Já. Svo erum við bara með íslenskt merki með þessu og gott salat. Já. Og smjör? Og grænmeti eitthvað? Já, smjör og grænmeti, Og þetta getur nú ekki verið íslenskara? Nei, þau eru rosa hrifin af þessu. Útlendingarnir er alveg hakkað þetta í sig, sko. Þetta eigum við að bjóða fólki þetta íslenska gamla góða, sko. Akkurat. Heyrðu, síðan er það kaka? Svo er bara súkkulaði kókoskaka á eftir. Sem að þið bakið sjálf? Nei, ég kaupi hana. Ég kaupi hana. Já. Heyrðu, þú ert bara með hnífinn í höndunum, í galanum og það er korter í hérna... Á skítafloti. Skítafloti. Nei, ég segi það. Þú ert nú bara sali rólegur, sko. Já. Skítafloti með 60 kalla, ég hlusta hann ekki á það. Það er allt tilbúið maður. Maður með þetta í ermunum. Já, þú ert búinn að preppa þetta flott maður. Já, menn ekki ertu stressaðar að sjá. Nei. En svona á kvöldin fyrir útlendingarna, hvað er það að gefa þeim að borða þá? Þá erum við bæði með hlaðborð, heitt og kalt hlaðborð og desserthlaðborð. Já. Svo erum við með náttúrulega à la carte seðil hérna líka. Já, og keyra á silungnum náttúrulega. Við keyrum á silungi og lambi og nautahreyrbæ, allt íslenskt. Allt íslenskt. Að sjálfsögðu. Já. Og svo erum náttúrulega með hérna hópa sem eru fyrirfram pantaðir í þriggjarétta matseðla skilur, þar sem við keyrum á diskaservice. Og hvað er þessi salur fyrir marga? Þetta er að taka kannski svona 100 manns þegar best lætur. Já, og þetta er 80 herbyggi. Já. Og hvað er þetta gamalt hótel? Þetta opnaði 2014. Yes. Þetta er bara nánast nýtt. Þetta er brand new. Já. Heyrðu, við erum heppnir að fá að kíkja á því hérna
á eldhúsmeistarann að kannski einn góðan veðurdag þá eldaru fyrir okkur þegar við erum ekki með kortir í hóp. Akkurat, það var nú gaman. En bara þakka þér rosalega fyrir að fá að taka mót okkur bara og gangi ykkur vel með þetta og finnst þér þetta ekki bara skemmtileg þróun og hvernig þetta að þróast með ferðamennina, heldur betur. Og þetta bara, ég vil segja að við erum að hefja þetta upp að því þetta ofsalega tekjulind fyrir okkur, við hefum ekkert að vera hræddir við það. Það hvað ekki 1 milljón sem að koma núna? Jú. Og skemmtiferðaskipin og allt þetta hjálpar íslensku þjóðfélagi helling. Þetta náttúrulega upptakið hérna í þessari sveit fyrir að fá þess að túrista hingað náttúrulega bara rosalegt, sko. Sérstaklega í sumartíman, þetta svo þvílíkt flæði hérna á fólki, sko. Ég var einmitt hérna á Laugum hérna í gamla daga, hérna var meira og minna alltaf lokað á veturnar bara. Núna þetta meira og minna opið. Norðurljósin, það áttar að selja. Hér eru þau rosalega dansandi. Hérna moka út norðurljósatúrum, alveg hægri vinstri. Og hvað á að fara að gera í haust? Selja sinnep? Það verður eitthvað gott. Eitthvað skemmtilegt, já. Það nefnilega skemmtilegt með kokkin að það hægt að vinna allstaðar við hann. Maður fær alltaf vinnu. Alltaf vinnu og líka það hægt að vinna með, þetta svo góð grunnmentur. Heldur betur. Mikið samskipti við fólk og svona, og það eru margir kokkar sem eru í öðrum störfum, gefast upp á helgarvinnu og kvöldvinnunni, en svo finnst þeim alltaf gaman að koma í svona átaksverkefni. Gott að stökkva inn stundum, aukalega. Já, og svo gefur þetta sæmilegan pening þegar það er svona gott álag. Já, ekki? Heldur betur. Þakkum kærlega fyrir og nafnið þitt var aftur? Haraldur. Og við erum stadd á Hótel Laxá, sunnaverðir Mývatnssveit. Íslendingar mega koma hérna en það er nú fleiri útlendingar og það er mikið panta hérna fyrirfram. Hótel Laxá. Takk fyrir. Takk fyrir. Glæsilegt. Komið í sæl, áhorfendur góðir, þetta er eldhúsmeistarann á ferðum landið. Við erum á flottum staði núna eins og oft áður. Við erum á Hofsósi. Spurnir að þessum stað, þetta væri skemmtilegu staður hérna við sjóinn og mér líst bara rosalega vel á hann og vertan. Ég ætla að taka hús á henni og yfirheyra hana svolítið og fá svolítið skemmtilegar upplýsingar. Og hvað er namnið? Dagmar heiti ég. Já. Og þú ert kokkur á Guðs náð. Já. Þú rekur það búin að vera meira og minna hérna í yfir 20 ár. Já. Með 2 smá hléum. Já, og hérna tókst yfir reksturinn eigin nafni og hvað fjármála segir maður fyrir stuttu síðan eða hvað? Já, núna bara í vor. Já. Í maí. Já, þú rekur þetta núna. Já. Geri það og sem sagt það er svona skemmtilegra öðruvísi að vinna fyrir sjálfa sig heldur en þú ert búin að vera hérna í 20 ár, það segir nú bara góða sögu en bara aðeins svona til að summa þetta upp og gaman að fólk að vita þessu. Þú sagðir þetta væri bara hjallur, skreiðar hjallur hérna einu sinni og hann hefði svolítið langa sögu, passar það? Já, það passar. Þetta var notað hérna undir skreið og var mjög illa mjög illa komið fyrir þessu húsi og átti í raun og veru að rífa það en þá kom hérna svona sæmilega klikkaður maður að sunnan, svo að segja sem að langaði til að ég vissi eiginlega ekki hvað hann ætlaði að gera með það fór svona að fekk menn í lið með sér til þess að laga það og reif utan að því bárujárn og komst inn í við þar sem að var nú svo sem ekkert fallegt, það var skipt á það sem var ónýtt og svo kom að því að það þurfti að náttúrulega finna húsinu eitthvað hlutverk og þá var ákveðið að setja lítið veitingarstað hérna niðri. Og hann heitir? Sólvík. Akkur hvaðan kemur það? Það er alltaf sól hérna í þessari vík. Já, það er að sjá núna. Já.
Sólvík. Já. Og líka gaman fyrir áhörður í hennan, þeir eru allstaðar út á landi og eru að ferðast. Hvernig finnum maður Sólvík hérna á Hofsósi? Hvernig er svona besta leiðir? Þetta er nú ekki stórt pláss? Nei, þetta er sennilega best varðvittasta leyndamáli hérna í Hofsós. Já, og viltu halda þessu leyndamáli? Já, eiginlega, pínu. Þú vilt ekki fá fleiri gesti áttu við? Ekki mikið. Nei. Þú vilt bara, þeir líður illa, þú sagðir það, að það kemur mikið af gestum þú getur ekki afgreitt á. Já, það er... Þá er betra að hafa þetta minna og jafnara. Já, mér finnst það. Já. Og hérna, það er náttúrulega dálítið mikið af hópum sem eru hérna. Og... Sem koma þá ár eftir ár? Já. Og hérna ferðaskrifstofur eru farnar að detta hérna inn fleiri. Já. Og... Hvað er þetta að gefa þeim til dæmis að borða, ferðamönnunum? Fisk? Já, og bara, þú veist, það er bara pantað, skilurðu, hvort að þú vilt hafa fisk eða súpu eða kjöt eða hvað sem er fyrir þennan hóp. Svo er ég með hlaðborð og sumir vilja koma bara í það. Hvernig hlaðborð ertu með? Það er, sérstaklega fyrir hópana er þá súpa og salat, einhvers konar, jafnvel tvenns konar og brauð og það er eiginlega, eldhúsi býður ekki upp á að taka stóran hóp samkvæmt seðli. Nei. Það tekur bara of langan tíma. Já. Og þannig að við erum að reyna svona að hafa þetta þannig að öllum líki. Og já, en þegar að kemur kannski 20 manna hópur hérna inn þá er ekkert mikið fleira sem kemst að. Nei. En segðu mér líka hérna, við erum að tala um matinn. Ég sé að það er skemmtilegu matseðil hérna hjá þér. Alls ekki stór og þú ert með svona samlokur og hérna hamborgara og svo ertu með, sagður mér að vinsælstu réttirnir væri fiskur. Já, það er langvinsælast. Og ég sá að þú varst með þorsk í raspi og fisk og franskar. Já. Og það er rosalega vinsælega. Það er bara alltaf að klikkast yfir þessu, það er bara þannig. Já, svo sagði bara höfnin hérna fyrir utan og þú færð bara hérna fiskinn frá köllunum og þeir bara flaka fyrir þig og fara bara spriklandi inn í hann. Það er ekki allir svona hefnir. Vel settir. Já, nema ég kannski. Ég með hérna sjávarbarinn út á Granda og fiskmarkaðurinn er 3 mínútur frá mér og ég reyna að fá heilan fisk og flaka. Það hefur voðalega mikið að segja. Já. Gott hráefni, það bara hefur allt að segja. Það hefur allt að segja. Það er svo útlendingar, þeir vilja ólminn fá sko, uppskriftir af þessu hvernig ég gerir hennar fisk og ég segi við þá, já, þið getur fengið uppskriftina en þið fáið aldrei þetta hráefni. Nei. Það skilur á milli, sko. Og þú getur labbað bara hérna, sérðu, sjórinn hérna fyrir utan, ískaldur og fínn og ferskur. Og hvað eru þeir langt á miðin hérna að ná í þetta? Er þetta ekki örstuð bara? Það er nú svona missamt. Ef þeir fara alveg út á hotbanka þá er það allir sé ekki 8-9 tíma tím. En þeir eru miklu nær hérna oft á tíðum. Það er bara ef að fiskurinn er orðinn leiður á að vera hérna inn í firði þá þurfa að ná í hann lengra. Heyrðu, og þú sagði mér hérna opnunartíman, þú byrjar á vorin. Þú sagði mér að þú værir hérna skal ég segja þér með sauðburðin, þannig að tengda fólkið þitt væri með bíli og þú var að hjálpa þar. Þetta næði allt svona saman. Já, það gerir það. Frá apríl og fram í maí þá er það í gangi sem sagt. Dóttir mín og tengdasonur eru með einhverja 400 kindur og dálítið af nautgripum, geldnautum, kúm sem að bera og þú bara passaði á því að þegar sauðburðurinn búinn opnar ekkert fyrr. Nei, ég get það eiginlega ekki. Ég er svona stökkva í þetta svona ef að koma einhverju hópar sem að ég hef komist held ég mest í að skipta föt 7 sinnum á dag. Það hérna já, og síðan í hinn endan í september þá eru göngur réttir og sláturtíð og þú sagðir að þú miðaði við það að loka eftir laufskálaréttir. Það eru einhver frægustu hrossaréttir þarna sem eru hérna bara á Íslandi, er það ekki? Jú, það er víst. Koma þér og syngja hérna kallarnir það er mikið sungið. Og drukkið brennivín og hérna gaman. Maður har oft heyrt talað um þessa laufskálarétt. Já, laufskála, já. Þannig að það er bara mikið gaman og
fólk er... Eins og núna því, nú ertu búin að vera hérna í 20 ár, seinustu 3 árin og núna er þetta alltaf að aukast? Já, það er það. Það er svona miklu meiri þungi á öllu núna. Já. Við reyndar, þetta árið náttúrulega kom inn sko landsmót hestamanna á Hólum. Já. Alveg í heila viku. Já. Sem að var, það var mjög margt hérna þá viku, alveg sko, það var bara fullt hús bara allan tíman. Já. Það bara var þannig. Heyrðu, og síðan hérna tekur þið bara rólega á veturnar og bara með tærnar upp í loft? Já. Kannski ekki alveg, sagðirðu. Það er svona ágætt að hvíla sig aðeins, en ég á 6 barnabörn hérna á staðnum og maður verður nú að reyna að sinna þeim eitthvað og yndislegt að forréttindi að hafa tíma og veturnar að geta dúllast í barnabörnum. Það er ekki allir sem að geta sagt þetta. Nei, það er dásamlegt alveg. Já, og leggja unga fólkinu lið bara hérna. Já. Og á hvaða aldri eru þau? Öllum aldri? Elsta verður 8 ára. Já. Sem sagt núna í janúar næst. Og yngsta? Áskamalt. Já. Þetta er mjög þróttmiklum aldri og hefur gaman að lifa þessu. Það er ekkert lát þar á sko. Þær eru reynda búin að hóta að ég verið ekki hættar þannig að eiga börn, þannig að ég býð spennt bara. Já, og menna, þetta er tvöfaldatölunum bara, það var ennþá meira að gera þetta hjá þér. Ég bara vona það. En það er líka forréttindi að geta haft þetta svona og þú sagði mér að þú væri bara með engan aðstofakokka eða neitt, þú væri bara á vaktinni allt sumarið, alla daga og þú bara meikar það? Já, það þýðir ekkert að, þú veist, ef maður er ekki við þetta bara alla daga, vakinn og sofinn, þá fer nú að þessu svona... Glansinn? Já, þá hefur þú nú eiginlega ekkert upp úr því bara, þannig bara þannig. Nei, maður þarf bara að standa vaktina sjálfur. Ef ég ætla að taka mig frí vetramánuðina þá verð ég að gera svo vel bara. Já. Og þú fílar starfið? Já. Þetta er náttúrulega spurningin bara að gefast ekki upp. Nei. Og hérna, ég svo sem gæti þetta ekki nema með þessu frábæra starfsfólki sem ég er með. Já, og er það fólk úr sveitinni eða hérna ekki? Já, það er fjölskyldan? Nei, ekki núna. Það er sem sagt eiginlega allt ættað héðan. Þetta er skólafólk sem kemur hérna ár eftir ár og vinnir sem að... Við þurfum að færa skólan tilbaka aftur, hann byrji ekki einhvern tíma og svo... Já, ég er sammála því. Ég hef ekki að berjast bara fyrir því. Ég er búin að heyra svo oft að því þetta er svo mikið bara stólpi í veitingahúsum úti á landi að leyfa fólkinu að vera 2 vikur meira, þannig að byrja bara 1. september. Hvernig líst þér á það? Mér líst vel á það. Berjast fyrir því? Mér líst mjög vel á það. Ég held að þú verði ekkert vitrari með það. Þú fá ákveðin skólun að vera að vinna á svona veitingastöðum. Ég vil meina það. Já, og náttúrulega ekki bara veitingastöðum. Þetta er náttúrulega harðduglegir krakkar sem að geta bara nýst alls staðar. Þetta er allt sem að við kemur vinnu er náttúrulega bara reynsla sem að fólk þarf að kemur í reynslubankan og verða mætari þjóðfélagsþegnaðar fyrir vikið. Heyrðu, þetta verður að verða gott hjá okkur. Ég vil endilega áhorfendur góðir segja okkur frá þessu. Þið megið ekki koma í stórum hópum og ekki koma mjög oft. Hún vil taka á móti ykkur þegar það er tími. Það er nú ekki hægt með svona veitingamennsku, maður verður bara að vona það. Þetta er nú líka lúxusvandamál að hafa ómarga gesti. Já. En maður skilur þetta vel þegar koma margir að geta ekki sinnt þeim. Ég skil það. Já, líka þegar veður eru þannig að það er ekki hægt að sitja hérna úti. Nei. Þá er svona öruggar að hringja undan sér allavega. Og er það þá bara mikil trafík í hádeginu og kvöldin? Ég kom hérna með þetta, best að kíkja á hana hérna 4-leytið, þá er örugglega minna að gera. Nei, þá er bara 5-3 borðum, bara stór borð og þú varst að klára að afgreiða þetta og ekkert mál. Það passar. Já. Þannig að hvort er meira hádeginu og kvöldin? Er mikil gisting hérna í kring? Já, það er tölverð, en samt svo sem ekki stór hótel hérna, þetta er svona heimagisting og
En ekki fólki að fara sko, eins og ég var að tala við hópinn hérna, þekkti þetta sko, þau komum frá Ólafsvík Já, það er svolítið mikið... og dagsferði svona út frá Siglufjörður. Já, það er svolítið mikið fólk fari hringinn hérna, sem sagt, Siglufjörður, Ólafsfjörður og farið þennan hring hérna, eftir að Héðinsfjarðargöngin komu. Já. Svo náttúrulega sundlaugin hérna, hún dregur alveg gríðarlega að. Hvað er Marti og hvað heitir hún? Lilja. Lilja, og bara byggðu heila sundlaug fyrir Þorpið. Það er nú svolítið aðdæmstara líka. Þau reynda voru ekki alveg einn. Ekki alveg einn. Steinunn Jónsdóttir hérna sem á bæ. Sagan er allavega svona. Já. En það voru alltaf líka að segja satt og rétt frá. Já. Þær voru 2 sem gáðu þetta. En matseðillinn hérna, þið eru með alls konar svona léttarétti og þá beikon og egg og alls konar og svo eru samlokur og svo eru hambúrgar og svo eru bara með flotta fiskirétti og svo eru þið með lamb og kjúkling og er svolítið borðað lamb og kjúkling? Já, bara mjög mikið. Og vinningurinn er sem sagt þorskurinn og lambi, já. Þorskurinn og fish and chips, eða fish and chips og þorskurinn? Þorskurinn og lambið, það var sannlega vinningin. Já, var það? Já. Lambið er mjög vinsælt? Já. Já. Og hérna, hunangskljáðmaður, þetta eru kótilettur? Já. Og er þetta réttir frá þér? Þú mennar kjöt? Nei, þú veist þarna uppfinningin af þessum réttum? Já, elskar sko. Allt frá þér? Allt saman, alveg. Já. Uppfinningar alveg hreint í löngum bönum. Allt, margra ára. En þið eru ekkert að pæli því að fara að hafa opið á veturna. Núna er túrisminn að stækka svo mikið og svona. Þú sér það ekkert á næstu missurum að hafa opið meira á veturnar. En þú veist aldrei. Ég hef nú stundum svona ef það er einhver trafík af því að það er nú lítið gistiheimili hérna og bróðir minn og mákona reka það. Já. Þau eru með svolítið gistingu hérna á staðnum. Það hef ég nú stundum tekið fólki bara heim. Já. Já, það er... Og nennir maður ekki að moka upp hérna. Nei, snjónum. Og er allt á kafið hérna og... Já, bara heimilisleið. Já. Heyrðu, ég sé allan að þetta er skemmtilegur staður og við hérna sjóinn og skemmtilegt viðmót og ég er búinn að fá mikið af góðum umsögnum þennan stað, þess vegna varð ég að koma. Mæli með þig að koma hérna. Þið verður bara að vanda valið að koma á réttum tíma og hringja undan okkur og svona koma miðjum degi þegar er tími. Er það ekki? Heyrðu, Jú, endilega. Bakaði fyrir okkur hérna. Þið eru með svona rjóma pönnukökur heimalagaðar. Ég sá það hérna á seðlinum. Desertar. Já, homemade heimalög frönsk kaka. Og hver er kaka dagsins í dag til dæmis? Það er eplakaka. Já. Svo er hérna homemade heimabaka brauð með reyktum silung. Það er mjög vinsælt. Já, og bakar á brauðið bara með lyftidufti og svona. Já. Er svona gamla góða. Já. Brauð við strípsalati og rækjusalati. Þetta er svolítið vinsælt. Ég er meðan daginn. Já, ég einhvern veginn reyndi nú bara að taka svona þverskurð af því sem mér fannst fólk sækja mest í. Já. Ég var með þetta svona öðruvísi svolítið. Þetta stóð svona upp úr, þannig að ég nennti ekki að vera alltaf að finna upp hjólið og setti bara saman svona passlegan seðil fyrir litla eldhúsið okkar. Já, það er mjög lítið. Og svo maður ræðu við og með þessi reynslan sinni. Já, svona maður samt, kannski þegar það er mjög margt ræður valla við það er svolítið bið og fólk bara verður að, það er allstaðar bið. Þú ert svo sterk og tögum sé ég maður, þú ræður vel við þetta. Heyrðu, en við áreindum góðu þökkum fyrir að fá að kíkja á heimsókn og bara hvetja ykkur til að mæta. Hérna er gaman að koma. Og ég ætla að smakka á pönnuköku, heimalagari pönnuköku í beinni í lokin. Þú mátt aðeins halda við þetta. Já, ég þakka bara fyrir mig og komuna. Sko, þetta er að vera svolítið í sólinni, sko. Var að rabba bara svolítið? Já. Heimalögur rabba bara svolítið. Alvöru eins og amma gerði það. Við þökkum kærlega fyrir.